Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu RÚV í Múlaþingi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Hér búið ríflega 5.200 manns með tölur í ársbyrjun. Múlaþing 10. fjölmennasta sveitarfélag landsins en það næst stærsta hins vegar af Flatamáli. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýri umræðunum í samstarfi við Gunnar Gunnarsson, ritstjóra Austurfréttar Austurgluggans sem í samstarfi við RÚV núna kosningarnar. Hér eru 11 fulltrúar í sveitarstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur mynda meirihluta með 3 fulltrúa hvor og í minnihluta eru Austurlistinn og Vinstri græn með 2 fulltrúa hvor listi og Miðflokkurinn með 1. Að þessu sinni eru 5 listar í framboði. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Austurlistinn og Viðreisn, VG og Óháð og Miðflokkur. Oddvitar listan eru mættir hér á bæjarskrifstofurnar á Egilsstöðum og við byrjum þeim á að leyfa þeim að kynna sig. Já, ég heiti Berglind Harpa Svavarsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi. Ég heiti Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti Framsóknar í Múlaþingi. Og ég heiti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og leiði lista VG og Óháðra hér í Múlaþingi. Og ég heiti Hólmfríður Rut Einarsdóttir og oddviti Austurlistan og Viðreisnar hér í Múlaþingi. Lárus Bjarnason heiti ég og oddviti Miðflokksins í Múlaþingi. Já. Við skulum byrja að heyra stutt frá hverju einu. Hver eru að ykkar mati brýnustu málefnin í sveitarfélaginu núna á komandi kjörtímabili? Já, hvað kosið? Lárus, byrjum á þér. Já, við erum svona framboð sem höfum verið svolítið kannski að breyta okkur. Við erum aðeins með nýja stefnu sem kannski að miklu leyti til svipuð annara flokka en við erum svona með þá sérstöð að við leggjum ofur áherslu á Fjarðarheiðargöng, að þau verði sett í forgang aftur á samgönguáætlun. Þau voru tekin þaðan út og af innviðaráðherra og við erum mikið á móti því og teljum að á sveitarfélaginu sé brotið að vissu marki þar. Nú síðan erum við með þessa venjulegu málaflokka eins og náttúrulega gengur og gerist. Við viljum láta rýna fjármálin og reksturinn. Við erum mikið í innviða uppbyggingun og spáum í það hvernig hún verði og við leggjum mikið metnað í skipulagsmál og uppbyggingu innan sveitarfélagsins. Fræðslumálin viljum við taka og halda áfram því góða starfi sem hér hefur verið unnið. Við kennum það að hér hefur verið unnið vel að því. Nú síðan leggjum við mikla áherslu á íþróttir og tómstundir, lýðheilsu og annað slíkt og síðast en ekki síst að þá leggjum við mikið upp úr því að Múlaþing berja sér svolítið á brjóst og að sýnileikin verði meiri heldur en verið hefur. Við höfum svolítið verið aftur úr þar tel ég að vera. Berglind, hvað segir D-listinn? Já, við höfum verið að gera vel og við getum gert enn betur og þessar áherslu sem við erum með núna auðvitað að halda áfram með öfluga og góða þjónustu. Það náttúrulega alltaf grunnatriði. Innviðauppbygging hefur stutt við það í öllum byggðakjörnum og allir íbúar eiga að verða þess áskynja að við höfum staðið okkur þar og því þurfum við að halda áfram. Samgöngurnar, við höfum verið, ég verð nú eiginlega að vera ósammála því, við höfum verið mjög sjáanleg og sýnileikinn mikill. Við höfum verið rosalega mikið í stóru málunum og það tengist einmitt uppbyggingu innviða hér í samfélaginu. En það eru sem sagt áherslurnar á uppbyggingu samgöngu innviða á milli byggðakjarnanna og það hefur verið stórt mál. En ef við förum líka öðrum málum að þá bara skiptir samkeppnishæfni sveitarfélagsins og efling atvinnulífs og uppbygging. Við þurfum að gera miklu betur. Það eru gríðarleg tækifæri í þeim málum. Þannig að við viljum bara slá þar fastar. Við erum orkusveitarfélag með gríðarlega orkuframleiðslu. Við þurfum að vera duglegir að nýta þá orkukosti hér í sveitarfélaginu. Við erum með stóra innviði eins og flugvöllinn og allir þessir innviðir og ferjuhöfnin og Seyðisfirði. Við erum með sterka kjarna, sláturhús og Djúpavogi, efling hafnanna, ferðaþjónustan, landbúnaður. Við verðum að styðja við alla þessa atvinnuvegi og efla okkur enn frekar og vera samkeppnishæft sveitarfélag. Takk fyrir það. Hólmfríður, þínar áherslur? Já, ég get alveg tekið undir margt af því sem hefur komið hér fram en það sem okkur hjá Austurlistanum og í Viðreisn hefur kannski þótt liggja aðeins undir á núverandi kjörtímabili, það eru börnin og ungmennin og við viljum byggja upp
bara Múlaþing þar sem tækifærin eru jöfn og jafna tækifærin og þá líka við milli byggðakjarna og þar koma líka samgöngumálin inn, velferðarmálin líka, þar líka tækifæri til úrbóta og þar viljum við bara tryggja öryggi og virkni íbúa og við viljum bara vera framsækið og fjölskylduvænt samfélag sem bara með ábyrga stjórnsýslu, það þarf að skoða fjármálin, það þarf að rýna, gá hvar við getum betur gert og hagræða til að geta stutt þessa velferðar áherslur sem við erum með. Ásrún, hvað séu vaflistin? Já, það var spurt stóru kosningamálin og við beðum að vera stuttorð, þannig að ég held að ég geti bara svarað því þannig að við erum náttúruverndarframboð með mikla áherslu á velferð og lýðheilsu og við viljum byggja þessa velferð bara á jöfnuði allra. Við teljum náttúruverndarmálin ekki bera hátt undir núverandi meirihluta og það eru kosningamál fyrir okkur. Íbúar að kjósa framtíð sveitafélagsins og hvert það stefnir og þá það þróun til dæmis kjarna og sveita þannig að þetta mun bara náttúrulega hafa mikil áhrif á daglegt líf hvaða línur þeir sem í meirihluta eru leggja og það eru náttúruverndin og velferðin hjá okkur. Jónína? Já, ég held að sé óhætt að segja að útspil innviðaráðherra hafa nú þjappað þessari sveitarstjórn allverulega saman og samfélaginu öllu og við erum nýsameinuð 6 ár síðan og það hefur gengið mjög vel frá sameiningu og meira og minnihluti hafa unnið að því saman að öllum helstu málefnunum. Þannig að það ber rosa lítið hér á milli, svo það sé sagt. En við viljum svolítið fókusera á íþróttamálin og forgangsröðun uppbyggingu innviða því að það er bara brýn þörf á því að við sem alveg með þá hreinu hvaða innviðum við ætlum að forgangsraða fyrst. Það er ákallum uppbyggingu íþróttamannvirkja hér á Egilsstöðum til dæmis og við erum að fara að byggja nýjan Seyðisfjarðarskóla og stækka leikskólann á Djúpavogi. Við myndum vilja lækka fasteignagjöld, við viljum halda áfram í skipulagsmálunum að tryggja þessi nægt lóðaframboð og þessi vera svara þeim eftirspurnum sem koma frá þeim sem að vilja byggja hér upp. Við þurfum að fara að huga málefnum eldri borgara því að það er bara þeim fjölgar hér, sérstaklega á Egilsstöðum, þannig að við þurfum að fara að huga því. Og síðan náttúrulega bara berjast fyrir hagsmuni þessa sveitafélags. Við þurfum að fá aukna tekjur af orkumannvirkjum. Við myndum vilja fella niður fiskeldissjóð og fá þær tekjur til okkar. Þannig að bara í stóru myndinni held ég að sé mjög mikilvægt að við höldum málið þessa sveitafélags á loftu og látum í okkur heyra. Og svo inn á við snýst þetta einmitt svolítið bara hvað fær okkur til að láta, eða hvað tryggir okkur veljan í daglegu lífi, sko. Það eru aukið atvinnuleysi í Múlaþingi, atvinnumálin á Seyðisfirði hafa verið áberandi, það er líka áhyggjur á Borgarfirði. Hvaða lausnir sjáu þið í atvinnumálum? Ásrún? Já, þetta vissulega búið að vera mikið í umræðunni og það hafa verið ákveðin áföll í atvinnumálum hér. En við erum hins vegar bara gríðarlega sterkt sveitafélag. Við höfum til dæmis mikið landsvæði og við í VG og óháðum okkur finnst að leggja í bara mikla áherslu á atvinnusköpun og til dæmis nýsköpun í matvælaframleiðslu í sátt við náttúru og íbúa. Þannig að hér eru gríðarlega mörg tækifæri, það er mikil gróska, þú nefnir Seyðisfjörð og Borgarfjörð. Þetta eru náttúrulega bæði bara dásamlega fallegi staðir eins og aðrir í okkar sveitafélagi og þarna höfum við bara mikið af tækifærum í til dæmis að efla vetrarferðamennsku. Við getum alveg verið að skapa okkur enn meiri sérstöðu hvað varðar bara náttúru tengingu og menningatengda ferðaþjónustu. Þannig að ég held að þetta er bara verkefni sem við verðum öll að dálítið taka höndum saman en mér er líka rosalega mikilvægt að við tölum þetta upp. Það er hins vegar heilmikið af störfum hér og okkur vantar oft gott fólk til að manna ýmsar stöður og ég held að það er líka kannski dálítið að vera. Við þurfum að laða nýja íbúa til að koma til okkar einfaldlega vegna þess að okkur vantar fólk í stöður. Hólfríður, hvað segir þið? Hvernig viljið þið verðast við atvinnumálunum og svona og því atvinnuleysi sem hefur blasað við? Já, við viljum náttúrulega bara styrkja og byggja upp blómlegt atvinnulíf og þetta er kannski svolítið tvíþætt. Þar getum við svolítið skoða innan sveitafélagsins, hvað getum við gert? Til dæmis til að einfalda regluverk og annað til að gera það einfaldara fyrir fyrirtæki að komast á legg og halda sér í góðum rekstri í sveitafélaginu. Hvernig getum við stutt við atvinnurekstur? Það er eitthvað sem við sjáum fyrir okkur. Við erum með mjög dýrmætar auðlindir hér á Austurlandi og við teljum að það gæti verið rosalega flott og mikilvægt eins og þau eru að gera fyrir vestan að búa til Austurlandsráð í samstarfi við Fjarðabyggð. Hvernig sjáum við svæðið í heild?
hvernig getum við saman sem 2 stór sveitafélög svolítið bara búið til framtíðina og við þurfum að hugsa framsækið og við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að vernda það sem við eigum hér og við þurfum að gera þetta vel af því við erum í gífurlega flottu sóknartækifæri að gera þetta öflugu landsvæði til framtíðar. Jólína, hvað segir þú? Ég held að við þurfum aðeins að horfa á þetta bara út frá sikkur staðnum, sikkur áskoranum. Bæði hefur ferðaþjónusta verið að aukast hérna jafnt og þétt að Borgarfjörður og Seyðisfjörður sérstaklega. Og þar eru hellingstækifæri og uppbygging hefur verið á vegum sveitarfélagsins að gera þar áfangastaði og annað. Bæði í Hafnarhólmanum á Borgarfirði og Seyðisfirði erum við að fara að malbygga göngustíg og gera göngustíg upp á Gufufossi fyrir utan Bögbjóls. Þannig að það er hellingstækifæri í ferðaþjónustunni á báðum stöðum. Það er líka búið að taka Fjarðarborg í gegn og þar er hægt að taka við óstaðbundnum störfum. Þannig ég held að þegar við horfum á atvinnulífið þá þurfum við fjölþættalausnir, ekki að horfa bara á að setja inn öll í sömu körfuna. Og ég held að ferðaþjónusta muni spila þar líkil hlutverk og eins og Ásson nefnir ferðaþjónustuna, það er bara ákveðið tækifæri fyrir okkur. Og ég held að það sé bara síðan eru þetta samgöngurnar mikil hindrun, bara til dæmis að fá snjómokstur og Borgarfirði 7 daga vikunar en ekki 6 daga vikunar af því það er ekki moka á laugardögum. Það myndi bara breyta heilmiklu fyrir þá starfsemi sem er nú þegar til staðar. Þannig við þurfum bæði að huga því að styrkja starfsemina sem er til staðar og líka vinna með það að íbúarnir finni sér atvinnutækifæri og þar sprettu upp það sem að menn vilja vera að vinna við. Láru, Seyðisfjörður þín heimabyggð, við myndumst á Seyðisfjörð í þessu og hvaða lausnir sér Miðflokkurinn í atvinnumálum? Jú, sko, Miðflokkurinn horfir náttúrulega ekki bara til Seyðisfjarðar heldur auðvitað á Múlaþinga allt og kannski Austurlandi heild ef að því er að skipta. Nú, við viljum bara auki samtal við atvinnulífið möguleikana, við viljum útvega lóðir fyrir þá sem að hafa áhuga á atvinnustarfsemi þannig að það sé nóg lóðaframboð. En við vorum til dæmis í gær með kynningafund og þá var einmitt tekið á því, vorum að fjalla Gullaldabæinn Seyðisfjörð sem að er svona, já, hugmynd þar sem að þessar eignir til frystihúsið og fleira verið notað sem til dæmis ferjumiðstöð að taka við skemmtiferðaskipum og vera þar jafnvel með sjoppur og eitt og annað. Það var mjög skemmtilegt svona, já, skemmtileg idea sem kom þar fram sem að var verið að kynna. Nú, það var verið að tala að jafnvel að setja upp sko kláf upp í Bögbjólfs og menn hafa verið að horfa á eitt og annað. En frumskiliði kannski fyrir öllu þessu og að því við vorum nú líka á flugráðstefnu núna daginn að þá kom þar alveg skýrt fram að tenging flugvallar og ferjuhafnar og Seyðisfjörði mjög mikilvæg og með því þurfum við auðvitað Seyðisfjarðargöng eða Fjarðarheiðargöng eins og þau nú heita formlega og eru sem sagt fullönnuð og tilbúin til útboðs og ég held að það sé grundvöllurinn að áframhaldandi sameiningu og að klára sameiningu þessa sveitarfélaga að það er að ráðast í þessi göng og eins og ég segi, það er bara grunnurinn og ef við fáum það, þá er okkur borgið. Takk fyrir það. Berglind, við endum þessu umferð hér. Já, nákvæmlega. Við þurfum náttúrulega að hugsa svona heilstætt yfir allt sveitafélagið og auðvitað horfum við líka hefur verið að gera til Austurlands þegar við erum að tala í baráttu fyrir að ríki fjárfesti meiri í okkur byggt á efnahagsumsvifum Austurlands og við fáum inn eitthvað ákveðna prósentu tilbaka eins og í uppbyggingu innviða því að við erum eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Við erum auðvitað eins og Seyðisfirði með starfshóp varðandi eflingu atvinnulífs og það er alveg ótrúlegar hugmyndir sem hafa komið þar fram og í rauninni svo aðferðafræði við verðum að nota hana bara yfir allt sveitafélagið. Þannig að við viljum setja fram ákveðna atvinnustefnu og við verðum bara að vera í meira samtali við atvinnulíf og fjárfesta, laða þá að til okkar og skapa ný tækifæri. Og það snýr, við höfum ekki verið með nógu lóðum fyrir atvinnulífið, við höfum ekki verið í nógu góðu samskiptum, við þurfum að vera með ákveðna hvata líka og við höfum séð að ég vitni nú bara í þessa flottu flugráðstefnu að bara uppbygging í kringum flugvöllin og allt í kringum það, bara ég er nýbúin að vera hérna til dæmis út á Eiðum, það er bara gríðarleg uppbygging og varðandi gólfvöll og allt sem að og öll svo það eflir okkur svo ótrúlega hvert einasta verkefni hjá atvinnulífinu sem fer á fót og bara eins með orkumálinn að með gagnaver og all afleitu störfin og beinu störfin varðandi öll svona atvinnutækifæri við verðum að hugsa þannig í rauninni bara eins og starfshópurinn og Seyðisfirði yfir allt sveitafélagið. Já. Við skulum aðeins kíkja aðeins á fjárhagsstöðu og rekstur.
Rekstrar niðurstöðu A-hluta í samstæðum múlingins var neikvæð 372 milljónir krónur síðast ári, þó að sameiginleg niðurstöða A og B-hluta hafi vissulega verið jákvæð. Það minnkar veltufé frá rekstri milli ára. Úttekt ASÍ á árinu sýndi að fasteignagjöld í fjölbýli á Egilsstöðum eru þau hæstu á landinu og þá spyrjum við ykkur, hvernig viljið þið bregðast við fjárhagsstöðunni? Jón, þú myndist á fasteignagjöldin áðan. Hvernig vilt þú bregðast við fjárhagsstöðunni? Er komið tími á einhvers konar endurskoðun eða er þetta bara leið? Já, ég held að við skulum byrja á því að fara við hvað þetta kjörtímabil er búið að leiða okkur að því við vorum með sameiningaframlög og svo þegar þau ganga tilbaka að þá er regluverki jöfnunarsjóðs breytt sem leiðir til þess að við erum að fara að fá mun meiri tekjur af því við erum dreifsett sveitarfélag. Þannig að þessi rekstrarniðurstaða þetta ár, hún er undantekning og ég reikna með því að það verði ekki þannig áfram. Það eru vitaskuld tækifæri til þess núna 6 árum eftir sameiningu að skoða hvaða tækifæri eru til hagræðingar í rekstri og það væri bara eðlilegt að fá okkur utanaðkomandi úttekt á því hvaða tækifæri eru og síðan er alveg eðlilegt að lækka fasteignaskatta í einhverjum skrefum og til dæmis og hækka frístundastyrkin til að koma til móts við barnafólk í sveitafélaginu. En það er alveg eðlilegt að við förum að lækka fasteignaskattana, já, og það þarf að gerast í skrefum. Það þarf að haldast í hendur við það að við finnum þá fjármuni til rekstrar. Berglind, hvað segir þú fjármálin? Er þetta ásættanleg niðurstaða rekstrarreiksin til dæmis eða ásreiknings? Nú erum við að leiði kostningar og það er voðalega gott að geta sagt svona allan fyrir minni hlutan og ef maður horfir á þetta þá fá allir áhyggjur af þessu. En það eru líka ákveðnar skýringar á þessu. Það er þetta sameiningaframlag sem við höfum verið að fá 300 milljónir ári sem datt núna niður í 88 milljónir. Við höfum auðvitað verið að eiga við, bæði eins og kjarasamninga kennara sem við gerðum ráð fyrir 4% hækkun, það endaði 12%, lífeyrisskuldbindningar og gríðarlega háar, gríðarlega verðbólga og fleira. En málið er að við tókum bara ákvörðun það út af því að það er alveg ljóst að á næsta ári, eins og búið að segja, með breytta regluverk jöfnunarsjóðs, það fáum við þessa 300 milljónir ári. Þannig að enda fjárhagsáætlun næsta árs lítur bara mjög vel út. Þannig að en varðandi að laða atvinnulíf og að okkur og líka komið til móts við íbúa varðandi fasteignagjöld, þá er það algjörlega þannig að við munum halda áfram lækkun. Við höfum lækkað það í tvígang álagningarprósentuna og í rauninni þetta vex bara að því að húsnæði hefur vaxið svo í verði. Það er í rauninni okkur hefur tekist að efla svæðið og húsnæði vex í verði og það er mikið byggt en við verðum á móti að bregðast við og lækka álagningarprósentuna og lækka skatta. Ásrún, er fjárhagsstaðan ásættanleg í Múlaþingi? Já, eins og þú kemur inn á að þá er svona áskorunin okkar kannski í A-hlutanum en samstæðan lítur ekkert illa út og við erum í rauninni ekkert ósátt við þetta. Berglind Harpa kemur inn á að það væri gott fyrir minni hlutan að fara að nýta eitthvað í þetta en ég ætla ekkert að gera það. Ég er algjörlega sammála því að það væri gott að rýna reksturinn og þetta er náttúrulega bara allt í þróun. Það eru áskorunir við að vera fjölkjarna sveitafélag og við fögnum því náttúrulega bara að það komi eðlilegt framlag úr jöfnunarsjóði til að koma til móts við okkur í því en það kostar að veita góða þjónustu þannig að ég held að við séum til dæmis mjög áfram að hækka frístundastyrkin en ég held að það sé í rauninni við þurfum dálítið bara að einbeita okkur að því við erum að veita góða þjónustu ég er ekkert vissum að það væri endilega besta útspilið að lækka fasteignagjöldin þó ég skilji full vel að það getur verið bara þungur baggi en á móti kemur að lóðagjöld til dæmis ekki eins há hér. Þannig að ég held bara þetta sem að spilar inn í verðbólguspár og þessar lífeyrisskuldbindingar og nýjir samningar, þetta er allt eitthvað sem þarf bara að rýna og við að verða betri í bara áætlanagerð. Lárus, hvað séð þú fjárhagsstaðan? Ég get tekið undir það sem að Ásrún segir og þessu utan að þá erum við í miðflokknum sem sagt viljum láta ráða óháðan bara frjálsan aðila til þess að taka út fjárhæðin og skoða þetta. Þessi sem sagt bætti hagur sem við sjáum fram á byggir á reikni líkan í jöfnunarsjóð sem að breyti tekjunum og þar er kannski tækifæri þá til þess að greiða niður skuldir og huga því hvar hægt er mögulega að draga saman því að það segir sér bara sjálft með allan rekstur, ég nú sjálfur vanur ríkisrekstri að þar þarf maður bara að halda sig innan fjárheimilda og það er alveg það sama í rekstri sveitafélaga bara og eins og heimila að menn verða bara að gjöra svöla og svona, já, gá hvað er í puttunni og fara eftir því.
Þannig að þetta er svona það sem við viljum sjá og þetta, en sko framtíðin er björt að við teljum eftir sem áður, þetta er ekkit óyfirstíganlega skuldir eða þannig að það sé óviðráðanlegt og það er margt hægt að gera, þannig að framtíðin er björt. Hólmfríður, að lokum. Já, ég tek bara undir að það er klárlega komin tíma á að endurskoða reksturinn og við þurfum að hagræða þar sem það á við og eitt af því sem að okkur langar að gera á Austurlistunum Viðreisn er að endurskoða innkaupastefnuna sem er frá 2021 og það er þá bæði með sjálfbærnisjónarmið í huga en líka viljum við ná fram 5-12% sparnaði þar en við sjáum þetta líka sem tækifæri til að efla atvinnulífið hér og styðja betur og versla betur við fyrirtæki á svæðinu þannig að þetta er svona tvíþætt rekstrar áhersla og svo viljum við klára að opna bókhaldið. Það veitir okkur sem erum í sveitastjórn bara aðhald og gagnsæi fyrir íbúa og við treystum því bara að sé verið að vinna hlutina það vel að það þarf bara að opna þetta. Af því að það er bara þannig að undir stjórnsýsla er undirstaða góðra stjórnunar og við viljum styðja við það. Takk fyrir það. Tíminn líður. Það er stórt mál sem að mér langar til að hendin á borð hérna en við viljum fá stutt svör og kannski bara Já, mjög stuð. Þetta eru samgöngumálin. Ég veit að þau hafa verið gríðarlega áberandi í sveitafélaginu og bara Lárus, ein spurning, hvað getur sveitafélagi gert þarna? Sko, sveitafélagi getur náttúrulega og hefur þegar sett inn athugasemdir farið á fund þingsins, þær hafa verið mjög duglegar í því, bæði Jónína og Berglind og bara stjórnarmenn hér að fara til Alþingis og ræða málin en það er bara því miður bara ekki hlustað og það þarf bara að halda áfram að hamra á því. Við höfum sendt inn til samgöngunefndar eða umhverfis- og samgöngunefndar athugasemdir fjölmargar fullt af skýrslum sem liggja fyrir og allt er klárt varðandi þessi blessuðu göng. Það sem mér finnst vanta kannski inn í þessu umræðu þetta þarf að vera stutt, það er þetta, við vitum að það er búið að setja í þetta 620 upp í 700 milljónir króna inn í Fjarðarheiðargöng nú þegar. Mér langar til að vita hvað hefur bærinn sett mikla peninga í þetta bara frá sjálfum sér án styrkja frá ríkinu varðandi skipulag og skipulagsmál. Er stutt svar við þessu, hvað er hægt að gera? Já, bara nokkuð eins og Lárus nefnir, það eina sem er dettur í huga er að hvetja fólk til að bjóða sig fram til þings næst, þannig að Múlaþing geti átt þingmenn. Ég held að það ekki að vera okkur gríðarlega mikilvægt, en við þurfum bara að standa saman, tala hátt, tala skýrt og það er ekki bara Fjarðarheiðargöng, það er líka Öxi og fjölmörgunum verkefni. Já, Lagarfoss, brú og fleira. Örstutt við að svara við þessu, þá er við náttúrulega hér eini flokkurinn í sameinuðu framboði sem er með fulltrúa í ríkisstjórn og við höfum verið að beita okkur þar, þannig ég þarf að segja að ég er ósammála þér. Það er ýmislegt sem kemur ekki fram í fjölmiðlum sem við höfum verið að beita okkur fyrir ýmsar tillögur sem við vitum að hafa ratað á borð og það er líka þökk sé þeirra sem sitja í núverandi sveitastjórn. Við þurfum bara að halda áfram að standa saman og berjast fyrir landshlutunum okkar. Það er ekki flóknara en það. Berglind, örstutt svar. Já, hvað getur sveitafélagi gert? Já, nákvæmlega. Ekki teljum hvað eru búin að gera? Nei, nákvæmlega. Bara halda áfram þessu samtali en við erum búin að sjá það er alveg sama hvað við gerum að þetta eru bara þeir sem eru á þingi sem að stjórna þessu og ég get ekki sagt það er nú ríkisstjórn sem fer fram með þessa samgönguáætlun sem er núna og við verðum bara að finna stuðning. Eitt af lokum. Já, ég var nú bara að vonast eftir æsilegri spurninga því að við erum öll bara eitthvað svo sammála í þessu. Ég held að sé bara það að halda áfram að gera það sem við erum að gera og vonast eftir nýri ríkisstjórn. Já, takk fyrir þetta svar. Þá fer að líða að lokum hjá okkur hér í Múlaþingi. Önnur stutt og hnittsmiðu spurning. Með hverjum viljið þið vinna eftir kosningar og eru þið með sveitarstjóra efni? Við erum hér. Já, ég held að við viljum bara vinna með öllu góðu fólki. Auðvitað væri samvinnan kannski ljúfari með fólki sem er svona hugmyndafræðilega skylt okkur. Þannig að ég held við höldum því bara mjög opnu og við erum ekki með sveitarstjóra efni fyrirfram heldur. Tökum þetta bara eftir niðurstöðu kosninga. Já, ég get nú bara tekið undir með þér. Við erum náttúrulega bara svona gott miðju frambúð og getum teygt okkur í báðar áttir og hér er margt gott fólk að bjóða sig fram sem brennur fyrir sveitafélagin okkar og ég tel að við getum öll unni vel saman. Lárus, eitthvað óska samstarf og vilt þú vera sveitarstjóri? Nei, ég er nú ekki að bjóða mig fram sem sveitarstjóra. Málið er að við getum unnið með öllum telji vera og
þess vegna núverandi stjórn eða valdhöfum en það sem að við myndum kannski bara auglýsa væntanlega eftir sveitarstjóra gerir ég ráð fyrir ef við myndum ekki bara ráða þann sem er þegar. Já, við göngum óbundið til kosninga en þetta hefur meirihluta bara gengið vel þannig að mér finnst bara eðlilegt að það sem bara tekið samtal eins og vill vera eftir kosningar og við erum bara mjög ánægð með okkar sveitarstjóra og ég reikna með því að hún verið mjög ofalega á blaði hjá okkur. Berglind. Já, við getum unnið auðvitað með öllum og vonum að við fáum nú heilmikið fylgi og svo bara spilast úr því. Við höfum öll unnið mjög vel saman og varðandi bæjarstjóra efnið þá voru það bara, við réðum hana inn og hún er gríðarlega öflug og ég get sagt það að hún verður okkar bæjarstjóra efni. Takk fyrir þetta, þá segum við þessu lokið hérna úr Múlaþingi og verið sæl.